Já, það var að koma út bók á Sögufélaginu, Ástand Íslands 1700, lífssettir í bændasamfélagi. Þetta undir ritstjórn Guðmundar Jónssonar, prófessors, sem reyndar kom hérna til okkar á Rauðaborðið einhvern tíma síðastliðið vetur og var að ræða rannsóknir sínar á manntalinu 1703 og hvernig hann var að reyna að draga upp svona mynd af Íslandi sem að þá var. Og var áhugavert samtal. Ég held að við kallaði það ójöfnuður á Íslandi. Og núna eru verið að birta svona tekjublöðin og svona, eða svona fókus á ójöfnuðin í íslensku samfélagi núna og þá er gaman kannski að horfa langt aftur og skoða hvernig samfélagið var þá, hvort að hafi eitthvað skánað hjá okkur og Guðmundur hingað komin aftur, Guðmundur Jónsson, prófessor í sagnfræði við Háskólanum og með honum Óskar Guðlaugsson sem landfræðingur og doktorsnemi í sagnfræði og tekur þátt í að búa til þessa bók. Þú ert ritstjóri bókarinnar og skrifa nú svolítið góðan hluta hennar sjálfur. Það er aðrir sem koma að. Já, þetta bara æxlaðist svona að ég tók góðan skurk í sérstaklega seinni hluta bókarinnar félagshópa og stéttir í samfélaginu. Já. En það eru 7 höfundar að verkinu. Sko, þetta er svona, þetta er mynd af samfélagi á tilteknum tíma. En þetta er náttúrulega samfélag sem var frægt fyrir að breytast lítið. Þannig að þegar við erum að ræða þetta samfélag, þá erum við að tala svona meir og minna hvernig samfélagi var frá siðaskiptum fram til Já, ég 19. aldar eða? myndi segja frá 17. og 18. öldin þetta gefur góða mynd af ástandi Íslands samfélagsgerðinni á 17. og 18. öld og jafnvel alveg fram á 19. öld. Þannig ef að sagan er hluti af okkur að þá er þetta svolítið svona stór bunki í okkar hugmyndum samfélagið, hugmyndir hvað við komum og annað slíkt. Já. Þetta er bók sem þetta er svona eins og kallaði punktrannsókn, bara athyglin beinist að fáeinum árum í byrjun 18. aldar þar sem við reynum að vera mjög nákvæm ýmsa hluti sem varða bara almenn lífskjör og lifnaðarhætti almennings og við erum bara með alveg einstakar heimildir í höndunum og við höfum aldrei getað gert þetta öðru vísi en að hafa alveg einstaklega góðar heimildir þennan tíma og þessar heimildir eru það góðar að það standast ekki bara svipaðar hliðstæðar skýrslur erlendis heldur það bara marguleiti betri og nákvæmari. Og þess vegna getur við farið skoða Ísland bara í háskerpu akkúrat á þessum tímapunkti. Og það sem var mælt í manntalinu var hver bjó hvar? Já. Hver átti hvað? Nei. Sem að þetta manntalið sýnir allt mannfólki í landinu og það sem er nýtt við þetta íslenska manntal 1703 að það eru nöfn allra Íslendinga skrifuð upp, ekki bara fjöldin heldur, hvert einasta mannsbarni skrifuð upp, aldur, kyn, heimilisfang, heimilisstaða með fullorðna fólki, hvaða atvinnu eða félagsstöðu það hefur. Stundum í sumum sýslum tekið fram heilsufar, í Þingeyjarsýslu talað ótrúlega mikið heilsufar á fólkinu og alls konar aðrar upplýsingar mannfólkið. Þannig að þetta er mjög sérstakt manntal og eitt af fyrstu manntalum í heiminum með nöfnum alls fólksins. Hvað hjálpa nöfnin? Að þið getið fundið á öðrum heimildum eða? Hvað segirðu? Hvað hjálpa nöfnin ykkur? Nöfnin hjálpa okkur að tengja fólk við staði og líka tengja fólk við aðrar heimildir. Eins og jarðabókin sem önnur megin heimildin og Óskar fékk einmitt það hlutverk að tengja þessar 2 heimildir sem ofsalega krefjandi mikið verk að finna öllu þessu fólki stað í báðum heimildum og það gekk alveg furðulega vel að gera það. Og þá náðu það saman manntalinu og svo einhverju svona hver var bóndinn og hver var hennumaðurinn. Jarðabókin hins vegar lýsing á öllum jörðum í landinu. Mjög nákvæm lýsing, kannski på 1 eða jafnvel 2 síður ef þetta stór jörð og það sagt hvað jörðin kostar
alltaf tala 100, þetta mælt í 100, dýrleiki jarðarinnar svo mikill. Hver á jörðina? Ábúandinn, áhöfn jarðarinnar, sem sagt búskapurinn, hvort þetta sé leigujörð eða sjálfseignarjörð, og ef þetta er leigujörð, með hvaða skilmálum er hún leigð, eru leigufé á henni, eru kvaðir og svo framvegis. Svo lýst líka kostum jarðarinnar, eru þeir góðir eða slæmir, og þannig að þetta er alveg ómetanlega heimild, og ég held ég mig fullir að það er engin jarðabók til á Íslandi sem stenst þessari jarðabók snúning varðandi nákvæmni. Og síðari jarðabækur eru bara aðalega upptalning á jarðunum og verðmæti þeirra, stundum eigandi og svo framvegis. Þannig það úr þessu verður eitthvað svona gagnagrunnur, það sem þessu sett saman, sem að doktorsnemin látin dunda sig við. Já. Það er. Og við leggjum til málana náttúrulega það hvernig á að gera þetta og hvað á að velja til skoðunar og svo framvegis. Og Óskar náttúrulega er höfuðsmiðurinn í þessum gagnagrunni, en við vorum líka með þó nokkurn fjölda af nemendum að slá inn gögnin. Þannig að þarna eru 10.000 upplýsinga um þetta mannlíf sem þarna er uppi í byrjun. Óskar gagnagrunn þá stærri en bókin, það er þetta að nota hann áfram. Já, heldur betur. Bókin er kannski bara, hún er bara að gefa, fara í gegnum eins og sýnisortni eða draga fram einhver atriði og það eru margir möguleikar í grunnunum fyrir önnur sjónarhorn og að taka fram, skoða önnur atriði. Eða fara nánar í það sem er fjallaðum. Sagnfræðingar í framhaldinu munu gera, leita í þetta aftur eða ekki? Jú. Við ætlum nefnilega að leið og bókin kemur ofnbeglega út, þá ætlum við að opna gagnagrunnin með fornum hætti og gera hann aðgengilegan öllum. Þannig að fólk, hvort sem eru sagnfræðingar ekki, allir þeir sem hafa áhuga á sögu og jörðum og bílum og mannfólkinu geti farið í opnað þennan vef og skoðað hvað það er og líka kalla fram gögn og þau geta vistað hjá sér gögn jafnvel, sé þetta bæði í mál og mynd og jafnvel kannski farið að rannsaka þetta sjálft, til dæmis bæinn sem að Langafi bjó á eða Langamma. Þannig að maður getur farið í gennum Íslendingabók og rennt sér svo yfir í þennan gagnagrunn og fengið skýrari mynd af fólki á þessari einum hnífsbragði sem er í gennum söguna sem er alveg upp af 18. aldar. Íslendingabók sýnir kynslóðunar, hvernig einn tekur við annarri í tímans rás, en þetta er bara þverskurður af Íslandi á tilteknum tímapunkti. Þarna er lýsing á samfélagi og það er stéttaskipting og auðurinn er misskiptur og svona og einhver geti dundar sig kannski við að því nefndum Íslendingabók að sjá hvort þessi auður hafi varðsveist í gennum kynslóðunar, hvað áhrif hann hefur enn þann dag í dag. Ég er ekki viss hvort það fengir einhverja mikla fylgni þar, en það geti kannski einhver dundar sig við það. Haldið það? Nú er ég ekki að spyrja ykkur sem sagfræðinga, heldur bara það sem að búa og lifa á Íslandi, að sá auður sem hafði safnast í tilteknum ættum á þessum tíma, að hann hafi einhver svona áhrif á Íslands samfélagið enn þann dag í dag. Ég held að ef að mér væri sett þetta verkefni að rannsaka þetta og það væri mjög áhugavert, en það sem að ég myndi fljótt rekast á er að við kannski erum öll skild í ríku ættirnar og fátækættirnar. Og svo er líka... Það var góður í erfðarlögum til að sjá það hvernig þetta erfðist niður. Já, en vandinn væri að ákveða, vitinu við hversu mikið þarf maður að... þetta er svona... Við getum eflust rakið okkur öll til í allar áttir, en einhvern veginn. Já, ég skal ekki stríða ykkur meira með spurningum út fyrir efnið. En ef þið drægið myndina að þessu samfélagi, og því ég held að skipti máli vegna þess að sömuleyti þá erum við einhvern veginn þar sem við erum í sagan og margt í menningu okkar er byggða á þessari samfélagsgerð sem að þarna var og varði einhver aldir. Hvers konar var þetta gott samfélag? Þetta var merkilegt samfélag og ég held að það er Jóhannes Nordal sem sagði einhvern tímann á þá leið að þetta er eiginlega upphafspunkturinn ef þú vilt skoða Ísland
svona með djúpum hætti, þá er þetta góð byrjun að byrja þannig upp að 18. aldar því við höfum svo góðar heimildir þær og ég er ekki að segja að Íslensk samfélag fyrir 300 árum sé eitthvað í líkingu við það sem er núna, en samt segir það heilmikið ákveðna þætti landsins. Tökum bara til dæmis jarðirnar og jarðaskipan og heiti jarðanna og landkost og hvernig þeir voru nýttir. Þeir endurspeglast alltaf í samfélaginu í dag og náttúrulega í sveitum landsins. En að mörgu leyti er þetta algjörlega gjörólíkt samfélag. En Gjörólíkir atvinnuhættir. Gjörólíkir svona ríkisvald og þarfandagötunum. Já, og búseta er náttúrulega allt önnur og félagsleg umgjörð samfélagsins er önnur. Stéttaskipting, félagshópar, valdastofnanir, hvernig menn stjórna landinu og allt það er mjög breytt. En er ekki samt svipað að það eru bara fáir ríkir og valdamiklir sem að stjórna og það er ákveðin kunnugleiki þar. 10% sem eru við eitthvað sem að geti kallast örbryggð og 30% þar fyrir ofan á sem að hafa það svona temmilega skýtt og í kringum þessu sem að ráð og stjórna er eitthvað svona hópur sem að hefur það sæmilegt og sinnir erindu þeirra eða hvað? Já, nei, það er 1703, við höfum mjög skýra mynd að þessu að það er örfátækur hluti landsins svona 15% sem eru bara örsnið. Þetta eru sveitarómagar og þetta eru þurfamenn. Og það er vegna þess að undangengin ár hafðu verið harðindi, langvarandi harðindi, þannig að við verðum að hafa það í huga þegar við skoðum þessar heimildir að þetta er eftir mikinn harðindabálk í landinu og það meðum ekki draga of miklar ályktanir af almennri stöðu landsins. En er það ekki úr þessum hópi sem að flestir dóu þá í harðindunum? Jú. Allt sem að kemur mót? Það eru ungir og aldnir sem að deyja helst í svona harðindum. Og svo er það sem sagt mikil misskipting auðs og kemur meðal fram í því að það er það bil 10% fjölskyldna sem eiga 99% jarða. Þannig gríðarleg misskipting jarða, jarðeignar. Svo er þarna hópur á milli sem eru aðalega lögbýlisbændur og þeir búa við mjög ólíkjör innbyrðis og eitt af því sem að bókin sýnir er það þegar við tölum bændur og bændastétt þá er það alveg gríðarlega fjölbreyttur hópur og við verðum alltaf að spyrja hvers konar bóndi er hann? Því að í gamla daga var orðið bóndi notað yfir alla búandi menn við hvaða atvinnu sem er störfið. Já. Við tölum sveitabændur og sjáarbændur og svo framvegis, en bóndi er bara almennt orð yfir búendur. En það nýtist það ekkert sérstaklega vel svona þegar við erum að horfa aftur og tala svona samfélagsmál á Íslandi. Já. Það er öðruvísi merkingi því heldur en þetta í Danmörku eða það sem að maður sér freka fyrir sig eignamann og sem en bóndi á Íslandi getur verið svona kannski bara átt einhverja jörð en verið bara skrimt á henni. Já. Algjörlega. Og þannig að bændastéttin er mjög margbrotin hópur og varla stætt á því að tala bændur sem eina heilstæðastétt. Og það er eitt af því sem við erum að reyna að gera er að skoða svona viðteknar eða útbreyttar hugmyndir bændasamfélagi gamla og athuga, er þetta rétt samkvæmt þessum nákvæmu heimildum? Standast þessar alhæfingar gamla bændasamfélagið. Og það er meðal annars bændurna, hvernig bændastéttin er og hvernig hún lítur út félagslega og efnahagslega. En það er líka það hvort að svona gamalgrónar hugmyndir sem voru mjög áberandi í sjálfstæðisbaráttunni á tímum sjálfstæðisbaráttunar frá 19. öld og allt fram á seinni hluta 20. aldar, hvort að þær standist skoðun og það er til dæmis hugmyndin bændasamfélagi gamla sem svona tiltölulega samfélagi með tiltölulega miklum jöfnuði menn voru fátækir en tiltölulega jafnir. Það stendst ekki. Stendst ekki? Alls ekki. Langt frá því eins og ég var að segja. Þannig að ríkibóndin hann réð miklu en fátækibóndi litlu. Gríðarlega mikill munur og þetta er svo sem engin ný sannindi þannig.
menn hafa alltaf vitað að hér voru höfðingjar sem réðu miklu og áttu mikið, en við sýnum fram á það með mjög nákvæmum tölum hvernig eignaskiptingin var og jafnvel hvernig tekjuskiptingin var. Og önnur hugmynd lífsseig sem hefur gengið fram á okkar daga gamla bændasamfélag og bændur að þeir voru virkilega fátækir en þeir voru frjálsir. Þetta voru frjálsir menn sem gáttu ráðið sínum örlögum og ráðið hvar þeir bjuggu og svo framvegis og réðu sínu búi. Og þá gjarnan tekið til samanburðar Danmörk. Og við vitum það að það var mikil áþján á bændum í Danmörku, sérstaklega á Sjálandi og sumum eyjunum. Þeir voru undir stórgóseigundum og þar var mikla... Voru þá leiguliðar? Já, leiguliðar. Þar voru kvaðir og þar voru jafnvel tíma áttaga fjötrar. Menn mátti ekki flytja af sínu ábýli nema með leyfi jarðeigandans. Það fór aldrei svo langt hér. En íslenski bóndinn býr við talsverðar álögur sem að setja bara hans tækifærum í lífinu mikla skorður og þá sérstaklega varðandi það að hann býr við mjög ótrygg ábúðakjör. Hann hefur ekki langtíma ábúð eins og til dæmis í Danmörku eða í Noregi. Það yfirleitt sami bara opið, það óákveðin ábúðatími eða til 1 árs. Og hvað gerir það fyrir búskapinn? Vill bóndinn leggja út í einhverja fjárfestingar eða einhverja breytingar ef hann hefur ekki tryggingu fyrir því að njóta ávastana af þeim breytingum? Ég geti þá bara sagt þér upp og leikt honum á hærra verði ef þú ert búin að bæta jörðina. Þetta lenda til þess veitingamenni á Laugaveginum í að leigja húsnæði og gera það vel og verða vinsælt og þá segir upp og annarkvort opnar húseigandi sjálfur veitingastæði í rýminu og svona. Þannig þetta þekkt ennþá. Já, það er svona ákveðna samsvarinu þarna. Og annað sem líka sláandi og mjög útbreitt á Íslandi, það eru þessi leigukúgildi að láta fylgja leigujörð ákveðin fjölda kúgilda, kýr eða ær, aðalega kýr, og svo borgar bóndinn leigu af henni árlega. Og þriðja atriði sem hann skiptir líka miklu máli er það að hann þarf að viðhalda hús og jörð, sérstaklega húsunum, og þessi viðhaldsskylda hún var færð yfir á leiguliðana þarna á aldunum áður. Þetta hafði ekki verið svona, en það var sífellt verið að færa þessar álögur yfir á leiguliðan. Og í 4. lagi þá vil ég nefna kvaðir sem eru langflestum Íslendingum ókunnar í dag. En þetta var mjög útbreitt að mér stókasti sunnan og vestanlands tengslum við sjávarútveginn. Og þær fólu í sér ýmislega áþján og Óskar alveg sérfræðingur í kvöðunum. En til dæmis það að þurfa að róa á skipið eða bát jarðeigandans annarkvort á vetravertíð eða öllum vertíðum og svo framvegis. Þegar þú tekur þetta allt saman, þá sérðu það að íslenski bóndinn er ekki frjáls. Hann er settur undir alls konar skilyrði það hvernig hann á að sitja jörðina. Jarðeigandanum eða leiguliðanum sem að leigir þér. Sem sagt að leiguliðar gátu leigt hlut af jörðinni til hjáleigubænda. Hjáleigubóndi sem sagt með smá skika á jörð, hvort sem það leigujörð eða jörð sjálfseignarbónda. En þetta er svona kúun sem að hríslast niður kerfið. Þetta er svona stórbóndinn kúar bóndan og bóndinn kúar leiguliðan og leiguliðin kúar vinnumannin sinn. Allir kúuður sínar konur. Þetta er svona hierarki sem að gengur út á það að afla fjár, afla tekna og hvert samfélag í gamla daga hefur sín ákveðna aðferðir við að færa afrakstur af landbúnaðinum sérstaklega yfir á þá sem að eiga eða stjórna. Eiga og ráða eins og þetta. Óskar, getur útskipt þetta kerfi þar sem kvaðir
þar sem að þeir sem eru á toppnum að sjúga eitthvað svona upp með því að leggja kvaðir á þá sem þeir leigja jarðir eða og líklega hefur þetta gengið niður til vinnumannan líka, það var þetta að senda þá í ver og svona ekki? Já, þeir voru heimilismenn sem að var í rauninni svona tildætt vinna húsfrænda, sko, þannig að það til dæmis þetta með að róa bát að þá er kallað mannslán eða þá bara á þessi ábúandi sem er að leigja að hann á að senda mann, bara verkfæran mann og það getur þá verið vinnumaður, það getur verið hann sjálfur eða sonur hans eða eitthvað en verkfær maður, sko. Og það er þá bara partur af vinnunni sem að vinnumaður á að vinna fyrir bara eitt af verkunum, sko. En já, þá hvað eru svona, ég meina þetta er eitt orðið við eiginlega margar hluti, sko. Stundum er þetta bara eins og eitthvað svona auka álögur, þetta er bara eins og leið til þess að sko hækka leiguna án þess að formlega hækka hana, sko. Það er svona, já, við þurfum líka að fá þetta, sko, sem er get hreinlega bara verið eitthvað auka gjald af einhverju afurð en ekki sami við landssambönd leiguliða það var bara ein hlið að setja á einmitt, það vantaði slíkt en mjög oft snýst þetta vinnu vegna þess að kannski vinnuafl er af skornum skammti í þessu samfélagi eitthvað sem einkennir og það þannig að mjög mikið þessum kvöðum snúast það að tryggja vinnu í einhver verk og sérstaklega það sem eru svona einhver stærri rekstur eins og útgerð stærri svona stóreigenda og eða í einhvers konar heiskap á stærri búum. Þannig að þetta er svona, já, leið til þess að sko eiginlega festa vinnuafli, sko. Ég nú stundum við að útskýrt og sagt svona, þetta er bara svolítið eins og við varum að leigja, ég fæ að leigja þessa kjallaríbúð og hún leiga nú svona mikið og svo á ég að vinna í ísbúðinu hjá kallinum líka, sko. Eitthvað þannig, sko. Bara, sem auðvitað tíðkast ekki í dag, en ef að vinnuafli væri... Sko, ég var vann í leigjendasamtökum 1979 og þá kom hjón sem leigðu íbúðin í Vogum og þá var samningurinn sá að þau borgu leigu sem var svona sanngjarn, þau urðu líka að elda og kaupa í mati fyrir kallinn sem bjó í íbúðinni, sko. Akkurat, þetta er svolítið samfélagt. Og svo komuðu til mín alveg eyðilögðs og þú veist, kallinn étur svo mikið. Prófið áttu sig á því að þetta var ekki góðu díl sem við vorum með, heldur mjög slæmu díl. Þannig að þetta náði alveg til 79 svona hugmynd, sko, að þetta væri hægt að ef þú ættir eitthvað þá getur þú sogað út úr fólki í vinnu og En ég held að þetta er góð punktur, sko, að það var erfitt að hækka leigu og það var bara ætlast til þess að hún væri óbreytt að kalla landskuld, það er að leigan af jörðinni sjálfri og hún átti bara að fylgja venju og það var mjög erfitt að hækka hana formlega, það var stundum gert eða var sérstakt ástand segjum að það var mikil eftirspurn eftir jarðnæði, þá var stundum reyndi jarðeigendann að hækka hana en annars er þetta mjög stöðugt öldum saman 4-5% af dýrleika eða verðmæti jarðarinnar. Þannig að þetta er leið einmitt að leggja kvaðir á til þess að auka tekjur af leigujörðum. Það er einmitt það. Leigan hún eitthvað lækka núna, ég held þetta að auðlindir sjávar séu ekki leigðar á 5% af verðmætinu árlega í dag. En það er kannski annað. En þú nefndir áðan að það væri látið sko fylgja með. Hvernig að segja það að ég væri landeigandi og leigði þér 3 beljur? Hvað mikið af afurðum vildi ég fá til mín? Já, það var bara ákveðin viðmiðunarleiga sem er eiginlega svona nánast algild landið og hún er sko eins og kýrin er metin á sem í verðeiningu þessa tíma 120 álnir, það er kýrverð og síðan er greitt fyrir leigukú er 20 álnir 2/4 smjörs á ári, sko. En þú greiðir þetta en þú hefur afurðina af kúnu fyrir þig, sko, af kúnu sem þú leigir, sko. Og hún er
afurinn... En þú sinnir henni og þú ert búin að leiða jarðnæðið og hegi sem hún borðar, þetta bara hreinn fjármagnskostnaður hann. Ekki endilega, ég meina, sko, sá sem með leigukú, hann ekki endilega að tapa á henni fram að þeim punkti þar sem maður sko þarf að endurnýja kúna og þar kemur upp deiluatriði, sko. Hvað gerist ef að kýrin deyr? Hún bara komin á aldur og þá fara þeir að deila þetta þannig að þessi landeigendur fara að þá þetta það kallað að máli þessa tíma að uppbyggja kúgildið, að koma með nýja kú á móti, en sumir fara að leggja þetta á leigulega. Nei, þú verður að skaffa nýja kú og eða jafnvel, hvað ef að kýrin bara deyr, bara varð veik eða eitthvað, það sama, það þér að kenna eða eitthvað svolítið. Þannig að þarna einhver svona deilur, það snýst aðalum þetta, En af hverju voru menn að leigja kú? Það gat verið hentugt fyrir menn sem voru að byrja búskap, komnir stutt á veg og þurftu málnýtu pening, þurftu kýr og jafnvel kindur, og svo þegar búskapurinn vext þá vilja þeir bara vera sjálfir með sitt fé, en þetta var yfirleitt bara fast að maður varð að taka svo mörg kúgildi með hverju jarðarhundrað á meðaljörð kannski 4, 5. Það er kannski vert að nefna í þessu að því að við hefum ekki nefnt hérna þriðju heimildina sem er mjög merkileg, sem kvikfjártal tekið 1703 sem inn í þessum grunni. Kvikfjártal sem þar upptalið kvikfjá á hverjum bæ og hverjir eiga hvað. Og eitt af því sem að þar sést að það eru margir þessi fátækarbændur eru jafnvel að leigja skepnur, ekki endilega jafnvel umfram þessi leigukýr eða leiguær, og að leigja af einhverju öðru fólki sem ekki endilega eigandi, þannig að geta verið kunningjar eða nágranni eða eitthvað svoleiðis. Sumir eru með kannski bara frá fjölskyldu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það myndin sem ég hef að þessi fólk akkurat, það er að kannski að byrja sitt bú, yngra fólk, og hvernig tekur að stökki frá því að vera vinnumaður upp í að vera bóndi og það þarf bústopp, þannig að þú byrjar svolítið með að leigja. Og þess vegna kemur fyrir eins og það kemur líka fyrir í jarðabókinni að það er sagt að ábúandi hafi beðið að fá auka leigukúgildi af jarðeiganda, þannig að það er líka til í dæminu, menn hefðu eitthvað haga af að leigja. En þessi svona ein mynd, eitt svona nýsbræði í gennum söguna, það er kannski ekki gott til þess að meta það hversu löng var leiðin fyrir vinnuhjúin að verða fjárhagslega sjálfstæð í gegnum þetta system, að byrja á að leigja og vera með alls konar kvaðir og þurfa að fara í ver og svo kannski seinna ræður á að hafa vinnumann og þá getur þú sendt hann í verið og eitthvað svona. Þannig að það er kannski erfitt að átta sig á þessum heimildum hversu margir komust, því að þetta er náttúrulega svo löng leið að það má ekki koma kalt vor tvisvar og þá ertu bara búin að missa fætunar og þetta aftur komin í vinnumennsku. Þannig að hafið eitthvað tilfinningu fyrir því hversu erfitt þetta var að brjótast í fjárhagslegt sjálfstæðis í þessum heimi þar sem örfáir áttu eða allt. Já, við höfum nefnilega ekki þessi tímasnið þetta er þversnið á ákveðnum tímapunkti. Það er ein grein þarna eftir Ólu Garðarsdóttur, félagssagnfræðing og demografer. Hún er að bera saman manntalið 1703 og manntalið sem hann tekið 1729. Það vísur bara úr 3 sýslum og er að skoða sem sagt vegferð þessa fólks, bera saman, finn ég þetta fólk í manntalinu eða jafnvel hvernig samsetning mannfjöldans 1729 með 1703. Og þar kemur í ljós að það er talsverður hreyfanleiki, en þá náttúrulega verður að hafa í huga rétt eftir þetta verður alveg eitt stærsta fólksfjölda áfall í sögu Íslands sem er skal ég segja Stórabóla
1709 þegar það bil fjórðungur Íslendinga deyr og þá fer bara samfélagið á hliðina. Allt á hvolf, alla viðmiðanir breytast, það verður mikil skortur á vinnufólki, margir komast til bjargálna, sem sagt fólk sem hafði verið fátækt, það kemst yfir jörð á mjög ódýran hátt. Þannig að þar verður mikill félagslegur hreyfingarleiki. Það bætir lífsskilyrði í stöðnuðu samfélagi þegar fólk deyr. Það opnast möguleikar fyrir fátæklingana til að vinna sig upp, já, alveg greinilega. Þannig að það kannski þessi samanburður frá 1703 til 1729 kannski ekki að segja okkur, hann bara að segja okkur þessa sögu. Já, akkurat, bara þetta. Ekki að draga ályktanir af því. En sem sagt, hvernig gekk vinnufólki að vinna sig upp í bóndastöðuna? Ég tel að það hafi bara verið mjög misjamt. Ég held að þessi orðum aukið að allir hafi orðið bændur einhver tíman á lífsleiðinni. Þegar þeir komnir yfir 40 eða 50, þá hafði þessi búin að vinna sig upp í bóndastöði. Það var nefnilega... Heldur því eitthvað fram með það? Já, og það má til sannsvega færa að allflestir hafi komist upp í bændastöðu á tímabilum góð æra þegar vel árar í einhverja áratugi. En oft þetta rofið með erfiðleikum og harðindum, þannig að alltaf einhver hluti vinnufólksins sem eru ævivinnu hjú. Sem sagt, alla ævina eru þau vinnufólk. Og við verðum líka að hafa í huga að meðalævin var talsveit styttri á þessum tíma og þannig að mörgum endist ekki ævin til að koma sér í betri stöðu. En þetta svo náttúrulega margir sem að reyndu og fjallu aftur. Ég meina, sjálfstætt fólk að sömuleyti fjallar sjálfstætt fólk. Fjallar eiginlega þetta. Þar þetta þjóðfélaga ennþá sterkar, allavega þegar þú kemur inn í land, og að það verið komin hann að Kauptún og svona. En þá það saga vinnumann sem að berjast fyrir fjárhagslegu sjálfstæði. Og drepur allt á leiðinni. Heyrðu, en við tókum myndir af 2 gröfum að við ætlum að sýna þarna. Þetta búsvæði á Íslandi og þetta sýnir svona, þetta kannski forðilegt fyrir þá sem hafa áhuga á því að hvort að það sé ólík staða á landinu, það ekki? Þegar ég sá þetta þá myndi þetta á mig þegar ég var að ferðast norður Noreg og þá lærði maður það að samar ekki bara samar, heldur til samar sem undir sveita sem að halda hreindýr og lifa þannig lífi, en síðan til sjósamar sem að eiga kannski eina hreindýrskú og eru svo með eitthvað svona smá búskap en eiga kannski bát eða hluti bát og þá fannst manni það hljóma nú voðalega líkt og því sem Íslendingar lifðu að svona einhvern veginn til þess að lifa af að þá þarftu eiginlega að nota bæði sjóinn og landið þegar þú fátækur en er einhver svona saga sem maður má lesa út úr þessu, hvað það hafi verið svona ólíkt hvernig samfélögin voru ólík eftir landsvæðum? Er það sem þetta graf segir? Þetta getur sig? Óskar svona hannur í þessu og við Ingibjörg Jónsdóttir sem landfræðingur hún var með okkur í að búa til þessi búsvæði. Óskar getur nú lýst viðmiðanum á þessum flokkum sem að... Það eitt sem maður sér þarna strax, talandi svona menningu, að bláu sjávarútveg sem að líta annars vegar Suðurnesin og hins vegar Snæfellsnesið og það inngróið inn í menningu okkar að þarna hafi verið svona aumara mannlíf heldur en annars staðar og þá veit maður hver var alltaf að segja okkur söguna, þannig að það var á vondu fólki og því kannist við að það bara langt fram bara okkar tíma sem talað að það hafi verið lágt menningarlegt ris á Suðurnesjum og það maður sér það á þessu korti á hverju það að það eru þeir sem eru að fara með pennan í sögunni eru búa einhvers staðar í einhverjum stórbílum. Ég held að sé svipu orðræða alveg langt aftur í aldir þann landsluta en maður fær mjög mikið þessa mynd bara af að lesa í gegnum jarðabókina, maður fær tilfinningu fyrir því að það eru svolítið ólíkir búskaparhættir og þetta í fleirum heimildum maður fá það mynd en þetta reyndar kort
sagt byggi ég á skrifum Skúla Magnússonar seinna á öldinni og hann kannski svolítið forveri þessa starfs okkar að því leyti að hann var að vinna með þessar sömu heimildir og reyna að vinna úr þeim og koma með eitthvað svona synthesis að einhver ályktanir og var mjög svona tölfræðilega þengjandi og hann tók saman fyrir yfirleitt yfir hreppa landsins og hvernig íbúafjöldin þar skiptist milli ákveðina atvinnuhátta og þetta var eiginlega mitt fyrsta áhlaup á að reyna að meta búsvæði og hugsa, já við skulum nú byrja á að taka bara hvað samtímamaðurinn segir þetta og svona skoða þessi hlutfall hans af starfstéttunum og hann að líka taka saman kvikvertölur og eitthvað svona og þannig að ég reyndi að taka allar þessar breytur inn í og kannski aðeins að útfæra nánar hans mat aðeins að taka kannski aðeins meiri tölfræði inn í og kannski búa til aðeins nákvæmari mynd en þetta svona. En ég að hlaupa út með þegar ég fer að draga svona ályktanir þarna sé ég að það bara allt öðruvísi menning sem á Suðurnesjunum og undir jökli og svo náttúrulega sé ég líka að það blandaður búskapur sem að þýðir þá líklega bæði sjávarnytjar og landbúnaður á Vestfjörðum og Austfjörðum og það náttúrulega skapar allt öðruvísi samfélag sem í slíku heldur en kannski það sem sauðfjár og nautgriparækt saman það sem að maður sér fyrir sig meiri stabilitet og einhverja stærri bændur og allt annað slíkt og það getur verið öðruvísi bara strúktúr í samfélaginu þar sem að ég get sótt einhverja sjávarnytjar í leiðinni þá kannski ég myndi veðja að þarna væri kannski hafi verið aðeins meiri jöfnuður heldur en það sem að meiri stabilitetin til sveita eða ég get eftir að leikja mér endalaust að lesa svona þessu korti það væri gaman ímyndir sér það en á Vestfjörðum get ekki sagt að veri jöfnur að minnstu kosti ekki í jarðegninni miklar höfðingi eftir þar sem að eiga stóru hluta landsins en það er líka munur á sjávarútveginum hans einkennum þannig að það sem svona bláu svæðin, kannski sérstaklega Snæfellsnes og Suðurnes þetta eru líka mikil vertíðarsvæði það sem að sjávarútvegin einkennist af þessum vetrarvertíðum haustvertíðum og svo framvegis og meðan að víða annars staðar á landinu var kannski sjávarútvegurinn meira þessi auðvitað voru vertíðar það voru færri og kannski minna af fólki sem var eingöngu að treysta á róavertíð og En eftir að segja að í Suðurnesjum og Snæfellsnesi þá hafi fólk komið og verið við vertíðina og svo bara horfið tilbaka og þetta hafi verið frekar dauf byggðarlög þessa milli? Það er bæði þetta, já, það eru vertíðamenn að koma úr öðrum sveitum en það er líka að við erum með mikið af fólki í einhvers konar búðum, hvort sem þurrabúðir eða grasbúðir þar sem þeir eru með annarkvort engar eða mjög fáar skepnur og þeirra lífsviðurværi fyrst og fremst af bæði að róa á vertíð á einhvers konar bát og fá hluta af afla en auðvitað líka þess á milli að vera bara róa til að fá í soðið meðan að við getum kannski sagt mörgum öðrum landshlutum hafi verið þessi daglegu fiskveiðar í soðið kannski einhver svona, við skulum segja, stærri hlutur af útveginn og fólk meira þess sem ég merki blandaði búskapur að það sem aðalega sést þar að kvikfjár bústofnin lítill í hlutfalli við fólkið þannig að einhvern veginn hefur það verið að afla sér og þá eflust líka koma ýmis hlunnindi til bara eggja viltu fugl og viltu fisk akkurat já. Já, það má lesa svo margt út af þessu korti náttúrulega. Við búum til ákveðna flokka, byggjum dálítið á Skúla Magnússyni en útfærum þetta í þessar fimm flokka.
margt af þessu kemur okkur í dag ekkert á óvart. Við höfum þessar sauðfjársveitir fyrir norðan, við höfum kúabúskapinn á Suðurlandi og hérna já, á Suðurlandi að vísu í dag náttúrulega kúabúskapinn miklu víðar en hann var þá. Svo höfum við þessar sjávarsveitir á Vesturlands. Blandaði búskapurinn náttúrulega táknum það að þarna notast menn við margs konar bjargir, sko. Þetta er búskapur, þetta er landbúskapur, þetta er sjórinn, sjósókn, bara heimræði fyrst og fremst. Og hérna að verulegu leyti hlunnindi eins og Óskar nefnir. Og við vorum að hugsa það að það þyrfti einn flokk í viðbót til þess að að draga fram þátt hlunninda í búskap. En við vorum bara ekki komin nóg langt með gögnin til þess að geta dregið þessi svæði fram sem að hafa óvunilega hátt hlutfall hlunninda í sínu lífsviðurværi. En við vitum nokkurn veginn hvar þessi svæði eru. Og þau eru alveg fram á 20. öldina og það er náttúrulega við Breiðafjörðinn og sumstaðar á útskógum Norðurlands og en sem sagt Breiðafjörðurinn er alveg sérstaklega gott dæmi þetta. Það er mjög gjöfull. Þannig að það má auðvitað útfæra þetta kort nánar. Og svo fuglabjörg og fuglinn og fiskurinn og selurinn. Rekaviðurinn. Fiskurinn í Vívatni og svona, þannig að það vera svona smá ringur hann einhvers staðar kringum Vívatni sem að skiptir miklu máli í vatnið í því. Herðu, en ég hef annað kort sem að fljóta upp. Þetta er jarðasöfnun, það eru 4 sem að eiga þetta. Og þarna ertu með Brynjólf Thorlacius, Guðmund Þorleifsson, Sigurð Hákonarsson Sigríður Hákonardóttir og Guðrúnu Eggertsdóttir. Þetta er kynjahlutfall. Já. Við tókum þarna út, við getum alveg reiknað út frá þessum gagnagrunni eignir manna, nafnkendra manna og getum þess vegna raðað Íslendingum upp eftir eignum og sýnum í bókinni til dæmis 1% ríkust jarðeigandinn í landinu, það er 13 menn sem að falli í þann flokk og þetta eru 4 einstaklingar þarna, 2 karlar og 2 konur og þetta ríkasti maðurinn á landinu er Brynjólfur Thorlacius Þórðarson, bjó í Hlíðarendi í Fljótshlíð af miklum voldugum og ríkum ættum á Íslandi og hann býr hann í Hlíðarenda, var sýslumaður hríð en sagði sig frá því en hann safnaði jörðum víðum landið og þarna eru merktar inn jarðirnar hans og þið sjáu það kannski að jarðirnar hans liggja víða, bæði sunnanlands og norðan. Svo hefur við menn eignasöfn manna sem eru miklu samþjappaðri eins og Guðmundar Þorleifsson á Narfeyri í Snæfellsnessýslu er aðalega þar og ennþá frekar Guðrúnu Eggertsdóttir sem bjó á bæ Saurbæ á Rauðasandi í Barðastrandarsýslu. Hennar jarðir eru margar en eru á mjög afmörkuðu svæði og maður eiginlega segja að þarna eru svona vísar að héraðsveldum eða héraðshöfðingir sem að eiga kannski meiri hlutan af jörðunum á stórum landsvæði. Þannig að þetta tekna upp fyrir eiginlega hvern af þessum stórríkum mannum landsvæði sem að hann hefur til umræða. Ef við tækjum 4 ríku eða eignamestu menn á Íslandi í dag, þá eru það 4 kallar. Já. Hvað var staða kvenna í efri hlutum samfélagsins góð á þessum árum? Eða betri heldur en kannski maður myndi ætla? Það er ein af niðurstöðum held ég bókarinnar að konum hefur verið gerða ónóg skil sem sagt í þessari pólitík og valdabaráttu og svo framvegis en margar konur voru stóreignamenn af auðugum og voldugum ættum
mikil saga í kringum þær eins og Guðrún Eggertsdóttir sannarlega. Á Íslandi fengu þær að erfa sem var ekki raunin allstaðar í öllum löndum. Nei, og erfðalögin eru þannig að konur erfa þriðjung, eða sem sagt helming á móts við synina. Og merkilegt nokk þegar við förum að teikna upp hvernig eignaskiptingin er milli kynja, þá eru nokkurn veginn sömu hlutföll, þar að segja að konur eru það bil þriðjungur af jarðeigendum, tæplega það þó, og karlar með 2/3. Þannig að það sem mótar helst eignaskiptinguna milli karla og kvenna eru bara erfðalögin sjálf. En svo var þetta alls konar frávik frá því og það var bara hvernig bæði foreldrarnir spiluðu með eignir sínar, hvort þeir gerðu upp á milli barnanna sinna eða hvernig eiginlega börnunum tókst, konum til dæmis, að afla sér fjár sem sagt burt sér frá því hvað þeir fengu í erfðir. Og sumar konur eru fjárafla menn, alveg eins og kallar. Kannski ekki eins stórtækar en sannarlega allnokkur dæmi það. Það finnst mér mjög merkileg niðurstaða úr þessari bók. Söndu komið til tals hérna í spjalli við þetta borð að sko atvinnuþátttaka kvenna hafi verið meiri heldur en við myndum ætla af umræðinni, kannski ef við förum sko 200-300 ára aftur bak í tíman og sama með eignir og eitthvað fleira, að það sé frekar að sko staða kvenna sko hafi orðið lakari við innbyltinguna. Þetta nú, ég held að sé einhverja kenningar í sakfræði út í heimi það, að þetta þá þarf minni þörf á vinnuafli og þá hafi konunum verið ýtt út af að verið minni þáttakendur í samfélaginu og það sé kannski úr því samfélagi sem að kvennabarátta á 2000-aldarinnar rís, en eigi kannski ekki að það sé varhugavert alltaf að horfa frá þeim punkti sko, eftir sögunni. Algjörlega. Það getur fengið svona skakkamynd. Ég held að það sé alveg rétt. Herðu, það er hérna með kvaðirnar og eitthvað fleira og við erum búin að tala um erfðir og alls konar. Eitt sem er náttúrulega lykilatriði í atvinnuháttum er það hvernig þú losnar við afurðirnar og hvernig þú selur. Og þú er nú mikið verið að fjalla það á 2000-öld og svona. Og þá er það ef að ég er bóndi þarna 1703 og ég bý eitthvað til, ég meina við borðum eitthvað þessu sjálf og svona, en ég kem einhverju vaðmáli á markað eða hvað. Hver kaupir það mér? Er það líka ríkikallir sem leiðir mér eða? Nei, ég held að Óskar sé betra að svara þessu því hann er nefnilega að skoða sérstaklega búskapinn. Hvernig búskapurinn gengur fyrir sig og hvað menn versla mikið og hvað menn nota bara til eiginnota. Þetta er að mestu leyti sjálfsþurfta búskapur. En eitthvað er hérna, eitthvað stað þurfa peningar að koma. Eða borga ég bara fyrir leiguna á búfjönu með smjöri og ull? Sko, ég held að það sé mikill möguleika að bæta, sko, tækifæri til að bæta svarið við þessari spurningu núna bara svona í framtíðinni, en ég get aðeins, hérna, það sem ég myndi segja er, já, þetta er miklu leyti peningalaust eða mjög lítið peninga, sérstaklega við erum að tala um bara raunverulega peningamyndir. En verður Sauðasalandi Bretland svona rosaleg bylting að þeir allt inni koma peningar inn í sveitirnar sem hefur bara ekki sestar í 300 ár. En það er ekki bara það er sko burtséð frá hvaða sko gjaldmiðill notaður, þá held ég sko, ég fæ þá mynd að það er líka ekki endilega það er kannski heilmikil viðskipti sem eru í gangi í samfélaginu sem að sko, það er ekki endilega þannig að ég sé með eitthvað afurð og svo ætla ég að fara að finna kaupendur að henni. Heldur er búið að það er kannski svo mikið búið að það er svo mikið af svona föstum einhvers konar samkomulögum í gangi. Ég fæ mjög mikið, sko, ég fæ þessa mynd. Framselta samningar? Já, bara svona lausleg samkomulög milli fólks og eitt af því sem ég byggi þetta á sem ég segja að sko er til dæmis kvikverðalið sko sem að eitt sem maður sér þar er að það er ósköpuna öll af skepnum sem að eru á sko í fóðri eða hagagöngu á bæjum sem að tilheyra ekki bóndanum þar. Og það er frá nágranna eða landeigandanum eða prestinum eða bara einhverjum bónda
og það verið að hrókera svona skepnum og svo, hver ástæðan fyrir? Þetta í fóðri og ég held að þannig erum við bara með ákveðin viðskipti og þetta kannski einn af stóru gjaldmiðlunum í þessu samfélagi, fæ ég þá mynd, þetta til dæmis bara þessi fóðrun. Það að menn að dreifa svolítið skepnunum eftir henduleikum. En hvernig virkar það? Segjum að ég sé með 20 skjátur og þú með bú og þú fóðrar það fyrir mig. Hvernig borga ég þér eða hvernig borgar þú mér? Þarna voru viðmið í þessu samfélagi rauninni svona eins og taxti eða svona eins og verðskrá sem að fólk fyrir eftir sem þessi búalög og einn þáttur í búalögunum verðmat á fóðri. Þannig að bara akkurat fyrir það að segjum að hafa eina kú í fóðri yfir vetur, það kostar svona mikið, eða það metið á þetta mikið lambsfóður bara þá eitthvað ákveð margar ánir, 5 ánir ég menn eða þannig að svona þetta hefur eitthvað verðmat og þannig líka oft leigan við fáum ekki alltaf myndaði því oft sagt að segjum að leigan landskuldina sem að kölluð skulu greitt í gildum landaurum. Það þýðir bara eftir verðtagsta búalag. En það líka mjög margt sem kemur fram að sé greitt með fóðri. Og það líka til kvaðir fóðrun sem þá líka einmitt dæmi bara kvaðirna sé bara eins og auka álögur. Þannig þetta voru flókin viðskipti? Já, viðskiptin hafa mjög, kvikfjör er mjög sentralt þarna. En þarna kemur líka til, eins og við vorum að tala mun á búsvæðum, þannig að svo þegar við færumst nær sjávarsíðuna, það sem er mikill sjávarútvegur, þar tekur fiskurinn við sem gjaldmiðill og þar þessi, það bara talað bara fiska sem bara einhverja verðeiningu og það þá ákveðin skreið af einhver svona gild skreið sem gild í kaupstað og það þá eitthvað sem að menn klárlega að versla með og borga sína leigu í fiskum og fara að því að það líka gjaldmiðill í kaupstaðnum. Það sem útlendingarnir vilja kaupa. Það kom mér að vera eitthvað, mann ekki út af hverju, var ég að skoða Tóri Jensen tengdist Söðursölunni, þar sem hann var með 80 jarðir á Vesturlandi, en hann var líka með svona viðskipti við bara óheyrilega fjölda af bændum. Og ég gæti ekki betur skilja þetta væri eins og hét framvirki samningar. Þar sem hann kom og fóstraði út allar sveitir og svo eitt haustið kom ekki skipin að kaupa. Og þá gat hann náttúrulega ekki staðið við þessa samninga og þess vegna var Tóri Jensen hataður á öllum allt Vesturland vegna þess að hann hafði valdið stórkostlegu fjártjóni á bændum út allt Mér skilst að það hafi ekki mátt nefna nafnið þess á Akranesi fyrir bara langt fram á þessa öld Og það hefur verið á síðust öld En þarna erum við komin í miklu meiri viðskiptabúskap en var segjum 1700. Það var einhver verslun, jú. Ég veit ekki hvað stór hluti af verðmæti búsins fyrir viðskipti. Maður getur skotað einhverja tölu, kannski 10-15% af afurðunum. En þetta mest vöruskipti, eins og Óskar segir, við aðra bændur. Og stóru straumarnir liggja þá milli sjávarbænda og landbænda. Landbúnaðarvörur annars vegar og sjávarvörur hins vegar. Og svo þurfa bændur, eiginlega allir, að sækja ákveðna vörur í kaupstað sem þeir geta ekki búið til sjálfur eða orðið sér út sjálfur. Þannig að eins og brennivín. Brennivínið, já, náttúrulega og brennivín og borðviður, þar segja það svona alls konar til húsagerðar, brýni, járn, ýmislegt þess áttar svona nauðsynlega. En stærsti hlutin sennilega það liggur alveg fyrir, innflutningur á rúgi og rúmjöli og kornvöru, sem sagt matvöru. Dálítið af brennivíni og dálítið af klæði. Á endanum þótt þetta sé mikið sjálfsögðarbúskapur og menn skiptast á milli með því að borga með
raunverulega grasi og afurðum og Já, já. Þannig að endan þá náttúrulega eitthvað verslun þarna. Já, þetta er bara vöruskipta verslun eins og sagt er og það má svo sem kalla þetta framvirkasamning og þannig var það eiginlega að bændur versla alltaf við sömu mennina árum og áratugum saman. Komast ekki út úr viðskiptunum, er það ekki svolítið? Nei, ég menna bændur sín á milli. Já. Þú veist, bændur til dæmis á Öræfum og austan úr sýslum, Skaftafellssýslum, koma til Eyrarbakka og eru kannski einhverja vikur á leiðinu með sinn varning og fá í staðinn sjávarvöru og söl og svo framvegis. Sami viðskiptamaðurinn alltaf hreint og þetta er líka kallaðir viðskiptavinir, sko. Þeir eru viðskiptavinir. Þannig er orðið komið, þetta eru langvarandi samskipti. Það þarf eitthvað meira að gerast til að maður hætti viðskiptum við þennan Ég nefndi upp að sko við erum sagan og þetta samfélag sem var hér í 300 ár plus eða eitthvað, að það er sterkur hluti af okkur. Er það þannig að til þess að skilja íslenskt samfélag í dag, þarf ég að vera að setja mig inn í þetta eitthvað, að eru eitthvað svona eitthvað samskipti eða eitthvað svona hugmyndum samfélag, hugmyndum einstaklingin inn í samfélaginu sem að mótast á þessu tíma sem að við erum einhvern veginn ennþá að burðast með eða? Ég held það séu þarna þræðir á milli sem að við getum tengt, ekki endilega þannig að segja að þessi samfélag sé eitthvað lík, heldur frekar hvaðan komum við og af hverju og hvernig komumst við hingað úr þessari átt, þessari stöðu. Úr hvaða áföllum erum við að vinna? Úr hverju þurftum við að koma okkur? Hvað þurfti að breytast líka til þess að við fórum að búa allt öðruvísu og við miklu betri kjör? Þannig að það er nú eitt. En svo er líka bara ákveðna lífseigar hugmyndir gamla samfélagi sem kannski ganga áfram hjá okkur manninn og möguleika hans að koma sér áfram og slíkt. Það er alltaf sígilt svona umræðuefni sem að bæði sagnfræðingur og fólk almennt þurfa að hugsa sér að hvað miklu leyti móta maður sín lífskjör. Svo líka stéttaskipting, ég manna þegar ég talaði við því hérna síðast að þá var ég svolítið að leika mér að því hvort þetta var ekki bara svipuð svona hlutföll sko, þessi allra ríkustu og þessi allra fátækustu og þetta væri ekki svona svipuð lög og einhver getur dreigið það á álöktun og segja, ég meina svona er bara mannfélagi, það verður alltaf svona, en annar getur sett heyrðu býttu við, bara ekki náði að laga þetta betur. Þannig að það er þetta að draga alls svona ályktanir. En það sem líka skiptir máli í þessu er það að Ísland lifir ennþá talsvert við náttúrubúskap, lifir á náttúruauðlindum sem að veit þeim aðal tekjurnar. Þannig var það í gamla daga var það jarðnæðið og reynda fiskur líka. Núna er það auðvitað sjávarútvegurinn og fiskurinn. Og þá er nefnilega stóra spurningin hvernig auðlindunum er stjórnað, hver eiga þær, hvernig er stjórnað og hvernig er afraksturinn af þeim nýttur. Já, það hefur ekki breyst. Það er bara örfáir sem eiga allt. Allavega, kerfi sem var hér á landnæði, við fluttum það yfir á fiskimiðin. Það minnst mikil samþjöppun í dag og svo fyrir 300 ára. Kannski gerðum við það vegna þess að við erum vöndi að hafa þetta svona. Já, það kann að vera. Það spyrja sagnfræðingarna hvað ári hefur sagan á samtíman, það er hérna langt. Herðu, það var gaman að fá okkur, Guðmundur og Óskar, að ræða Ísland eins og það var fyrir, hvað séu, 8 eða 9 kynslóðum? Cirka, já, ég myndi halda að það væri svona 8-9 kynslóðir síðan. Ef við miðum við að það eru 3 kynslóðir á hverju öld. Já, að draga upp svona mynd af samfélaginu eins og það var þá. Já. Kæra þakkir. Og ég ætla að þetta verða lokinn á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Guðmundi og Óskari aftur og öllum gestum sem hingað komu og
Birnir Þorláks sem hjálpaði mig við að taka viðtöl í dag og Pétri Fjellsteð og Laufi Ólafs sem tóku upp og sendu út og ykkur þakka ég mest sem hafið staldrað við og hlustaði eða hort, þið breytið þessu samtal okkar í fjölmiðlun, þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér, þannig hefur samstöðin byggst upp af góður í afsvörn. Ég er ekki að biðja ykkur að segja frá ykkur sem ykkur leiðist, heldur bara það sem ykkur finnst gott og kannski segja fólki frá að það má sækja efni okkar á Facebook, á YouTube, í allar hlaðarsveitur, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM og það má sækja þær útvarpsendingar líka í spilarann, spilari.is á netinu og spilari líka app sem mann hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvar sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru heppin að skipta við síman, þar erum við 5 á fjarstýringunni, kannski mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræðu, þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðinnar. Samstöðin hefur byggst upp af þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa lagt okkur lið með að gerast áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur. Við getið farið inn á samstöðin.is og það hnappur sem ástendur áskrift, það getið skráð ykkur, þið megi borga meira þið viljið og þeir sem að kjósi getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. En þetta komið gott í bíli. Við verðum hérna aftur með rauðaborðið á morgun klukkan 8 en þangað til segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.